Framundan eru flutningar Arion banka á Egilsstöðum úr því húsnæði sem hann hefur verið í tæp 50 ár. Af því tilefni var lítil sögusýning sett upp í bankanum þar sem að gestum gefst kostur á því að sjá þær breytingar sem hafa orðið á bankastarfsemi á þessum tíma. Bankinn hóf starfsemi á Egilsstöðum árið 1960 en var upphaflega stofnaður með lögum frá Alþingi árið 1929, þá undir nafninu Búnaðarbankinn, en hefur heitið Arion banki frá árinu 2009 eftir þó nokkra nafnabreytingar í millitíðinni. Sigurjón Jónasson samofinn sögu bankans á Egilsstöðum, gekk til liðs við hann árið 1963 og gegndi ýmsum störfum en var lengst af útibússtjóri eða í 14 ár. Þetta hús byggði upphaflega Kristján Kristjánsson, KK-sextetinn, yfir í íslenska verðlistan og ætlaði að koma aðalstöðum íslenska verðlistans hingað í Egilsstaði. En þetta leyti var hrunið á síldarstofninum og það fór allt í svo mikla þrengingar að hann gugnaði á þessu og haustið eða í árslok 1969 þá keypti Samvinnutryggingar Landsbankahúsið niður frá, eða sem Búnaðarbankahúsið sem þá var og Búnaðarbanki keypti þetta hús og flutti hingað og var opnað hér 7. júlí 1970. Og síðan hefur bankinn verið hér og nú hann að fara burtu og í tilefni af því þá ákváðu menn að draga fram ýmist gamalt dót svona sem að sýni kannski söguna. Þetta nú kannski til í og með af því að ég nú bölvaður söfnunar áráttu, þannig að ég hef sjaldan viljað henda neinu og það sést nú kannski hérna í myntsafninu mínu og seðlasafninu sem ég hef verið að draga saman. Það svona ýmis hluti sem ekki kannski algengir að sjá í dag. Þegar ég byrjaði hérna 1963 þá voru 2 rafknúnarvélar í bankanum. Ein Smith-Corona reitvél og ein reiknivél. En þá vorum við heldur ekki í neinu vandræðum þó að rafmagni færi sem var nú mjög algengt að væri. Tæknin ekkert að stríða? Nei, við unnum bara áfram eins og ekki þegar því skorist. En það var eftir snjóflóðinu í Neskaupstað 1974, ég get sagt það svona til gamans, þá var svo mikið rafmagnshallaði hér að það varð að skammta rafmagn í 1,5 mánuð. Alveg frá því jól og þangað til í byrjun febrúar. Og Rarik sá það og við fengum alltaf rafmagn í 4 tíma í einu og við fengum rafmagn til 12 á hádegi og vorum svo rafmagnslaus milli 12 og 4 á daginn og fengum svo rafmagn seinnipartinn. Þá var niðurstaðan hjá okkur svo að við fórum að keypta okkur svona gaslugt eins og var nú algengt að nota til sveita líka og svo var bara svona 11:30 á daginn þá var gaslutin sótt í kjallarann, pumpað og kveikt á henni og svo var hún hengt í krók hérna neðin í loftinu. Þjónaði náttúrulega hvort ekki í senn að skaffa birtu í skammdeginu og hún hitaði líka prýðilega vel upp. Og þannig að þetta gekk ljómandi vel. Engin vandræði þó að rafmagni færi. Nei. Þetta rafknúin margfaldur og deilivél og alveg sérstakur gripur svona og upphaldi hjá mér. Ég vann mikið á þetta tímabili. Við fengum þessa vél senda frá Aðalbankanum í Reykjavík og notum þetta við að reikna út afurðalán og ýmislegt svona. Þetta Fríden-vél, hún bandarísk og ein af bara þeim allra fyrstu í heiminum sem eru framleiddar svona rafknúna. Ég held þetta sé módel 1928. Sigrún Bjarnadóttir á langan starfsaldur að baki við bankan, en hún hóf störf árið 1973 og hefur unnið þar síðan. Eitt og annað hefur nú líklega breyst á þessum tíma. Þegar ég byrja 1973 þá var mitt fyrsta verk, ég var látin í það að skrifa hérna víxla inn í þessa bók og var allt sumarið og lengur bara að skrifa í hana og þetta, já, mitt fyrsta verk. Sko 1978 þá fer ég og önnur stúlka sem vann með mér hérna, hún heitir Fjóla Malin Sigurðardóttir, þá förum við til Reykjavíkur og lærum á tölvur og hérna voru þar í einhver tíma og komum svo austur og þá komu fyrstu tölvurnar hérna. Það var mikil breyting, mjög mikil sko, en skemmtileg samt og það eru búin að ganga í gegnum mjög marga breytingar og mér finnst það bara gaman. Mikil umsvif með peningaseðla innan bankageirans heyra nú sögunni til.
Eitt af því sem að fylgdi bankastarfseminni hér fyrr á tíð var það að það þurfti að geyma peninga. Þá voru peningar og seðlar alls ráðandi og vísakort og svoleiðis fargan, það var ekki búið að finna það upp. Og þá var sett hér upp peningageymsla, þessi sem við stöndum hérna fyrir framann, þar sem að Seðlabankinn geymdi seðlabyrði sem við gátum svo dreift út. Og til þess að komast í þessa geymslu þurfti alltaf 2 aðila, einn aðila frá bankanum sem var með efri lásinn og svo var fulltrúi Seðlabankans utan úr bæ sem var með neðri lásinn. En síðan var þessi geymsla bara í notkun alveg fram yfir 1990 og Seðlabankinn sá alltaf það sjálfur að koma eða fulltrúa frá honum komum á bílum með fullar kistur af seðlum sem voru surraðar niður í bílinn og sett sveri járn yfir og allt læst fast, svoleiðis þessi nú ekki stolið. Við þurftum svo aftur að sækja peninga í þessa geymslu og koma þeim hér niður á firði meðal annars sem minnistætt að við þurftum að senda alltaf í Sparisjóðinn á Fáskrúðsfirði og Jón Kristinsson, bílstjóri sem að keyrði rútuna á Fáskrúðsfjörð, hann tók þessa peninga og var alltaf að mæðast yfir því að það væri svo hættulegt og erfitt að vera með þá. Þangað til að ég leysti það þannig að ég tók tauppoka utan af klinki sem við áttum náttúrulega mikið af, setti peningana í hann var skítur og illa til hafður, batt fyrir með svona óvönduðu snæri og sagði hann svo að henda þess á gólfið fyrir aftan bílstjórasætið í rútunni hjá keðjónum sem var alltaf með í poka þar. Og þetta gerði hann alla tíð eftir það í 3 eða 4 ár. Hann flutti peningana alltaf í svona poka og geymdi þá alltaf á gólfinu hjá bílstjórasætinu. Og þann sagði að þetta hefði verið, hann sé þeir liðið miklu betur eftir að hann fór að geyma þetta svona. Það datt ekki nokkrum mann í hug að fara að stöða keðjupoka af gólfinu hjá hann. En þetta nú svona dæmið liðna tíð.